Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 30 af þessu hlaðvarpi. Þetta að verða býsna mikið safn sem er komið af öllum þessum þáttum. Í dag datt mér í hug að fjalla eitthvað sem að ég var hreinlega bara að læra fyrir frekar stuttu síðan, en mér datt í hug að þó að ég sé ekki búinn að fyllilega læra allt þetta, að þá langaði mig að kynna þetta fyrir ykkur. Af því að þetta er þá einhvers konar, ekki ný aðferð, en þetta er eitthvað sem að ég hef ekki séð áður. Sumir hafa fundið upp á þessu á sinn eigin máta og kalla þetta eitthvað eftir eigin höfði, en það er maður sem að hefur fundið upp leið fyrir sig til að læra ótrúlega mörg tungumál, þannig að hann getur talað, ég held að sé það bil 35 eða eitthvað tungumál sem að þessi einstaklingur kann. Og ég rambaði á myndband af latínu sérfræðingi fjalla þetta. En þeir kalla þessa aðferð þá shadowing, eða svona eins og að verða skuggi á tungumálinu. Mér finnst þetta hljóma mjög spennandi og þetta er eitthvað sem að mig langar gjarnan að reyna að gera með einhver af þeim tungumálum sem að ég hef fundið vilja til að læra eða sem ég hefur langað að læra og aldrei gefið mér nægilegan tíma til. En þetta geti verið frábær leið til þess að komast yfir mörg af þeim erfiðu skrefum sem að maður tekur gjarnan þegar maður byrjar á að gera eitthvað sem er manni framandi. En hvað er þessi aðferð? Þessi aðferð er leið til þess að byrja að hreinlega tala tungumálið áður en maður hefur kynnt sér hljóðin og stafrófið sérstaklega. Og þetta nær þá einhvern veginn að herma eftir því hvernig unga börn læra tungumál, nema það að þegar við erum fullorðin og ákveðum að við ætlum að læra tungumál, þá getum við einbeitt okkur meira að því. Við þurfum ekki líka að vera að læra að labba og gera alls konar hluti sem að unga börn þurfa líka að læra. Ég byrja kannski á að segja frá því til hvers er ætlast innan þessarar aðferðar. Það er að segja hvernig efni þú þarft að hafa innan handar til þess að geta nýtt þér þessa aðferð. Allavega í fullri birtingarmynd hennar eins og hún er kynnt. Og það er að vera með hljóðefni, að vera með einhvers konar hljóðupptöku sem að þú getur hlustað á. Í viðbót við það ættirðu að hafa uppritun af þeim hljóðum sem að þú ert að hlusta á. Þetta geti til dæmis verið eins og í íslensku kennslubók eða hvaða tungumáli sem er, einhvers konar kennslubók sem að er með hljóðdæmum og er með hljóðskrám, þar sem að þú getur hlustað á einstakling tala og lesa upp þann texta sem að þú getur lesið. Og svo er fullkomnasta dæmið ef að þú ert líka með þýðingu af þessum texta. Þannig að þetta þrennt sem þú þarft er hljóð, uppritun af hljóðinu og þýðing
á því sem sagt er. Það er þetta þrennt. Svo eru skrefin. Þetta fer frá því að vera þér eins erfitt eða eins óskýrt og hægt er og verður svo skýrara og skýrara með endurtekningunni. Með það sem að verða nýjar og nýjar upplýsingar í einu. En fyrsta skrefið er örugglega það sem að er mest spennandi eða furðulegast í þessu. Og það er þaðan sem að þetta nafn aðferðarinnar, to shadow, kemur. Í fyrsta skrefinu þá ert þú að hlusta á einhvern innfæddan tala tungumálið. Og á meðan þú ert að hlusta, þá hermir þú eftir upptökunni. Bara eiginlega strax. Þetta er ekki eins og segjum að þú sért að gera þetta til dæmis við bara þennan hlaðvarpsþátt. Þá ertu ekki að fara að gera eins og að herma eftir þessu. Íta á pásu. Herma eftir þessu. Play. Og svo kemur þetta. Pása. Og svo kemur þetta. Þú ert ekki að fara að gera þetta, heldur ertu að fara að reyna að koma með eftirhermuna leið og þú ert búinn að heyra hljóðið. Þú ert ekki að fara að segja hlutina rétt. Þú ert ekki að fara að ná fullkomnum framburði strax. Það sem þú ert að gera þegar þú ert að vera þessi skuggi upptökunnar er að þú ert að æfa þig í að koma þessu nýja tungumáli í gegnum munninn þinn. Þú ert að beita hálsinu þínum, munninu þínum, tungunni þinni og öllu til þess að framkalla þessi hljóð sem að finnast innan tungumálsins. Þú ert í rauninni bara að herma eftir því. Nema hvað að þú ert að fara að gera þetta samfleytt. Þetta er ekki það sama og að hlusta á eina setningu, stoppa, reyna að muna hver hún var og halda svo áfram, eða að endurtaka. Þú ert hreinlega bara að fara að bruna í gegnum alla upptökuna. Sá sem að kynnti þetta fyrir mér sagði að það væri mjög sniðugt að gera þetta utandyra, á göngu, þar sem að þú ert þegar að einbeita þér að einhverju öðru, þú ert að nota líkamann þinn til þess að koma þér áfram og að gera þetta einhvers staðar þar sem að það eru ekki of margir sem að heyra til þín. Því að þegar þú lappar fram hjá þeim þá ertu að fara að líta aðeins furðulega út. Ef að þú ert lappandi einhvers staðar í miðjum bæ, ert með heyrnartól í eyrunum og ert að fylja upp kóresku við sjálfan þig. Það geti verið aðeins furðulegt og óþægilegt fyrir þig. Þannig að reyna að gera þetta á stað þar sem að þetta er þægilegt fyrir þig og að þannig að þú haldir einbeitingu í gegnum að gera eitthvað sem að er næstum því bókstaflega ómögulegt að gera. Þú ert að tala tungumál áður en þú getur talað það. Í næsta skrefi þá ætlar þú að vera með þýðinguna uppi við. Og hérna er allt í lagi að vera bara heima hjá þér. Eða ef þú þorir að vera að labba einhvers staðar úti með síman beint fyrir framan þig að lesa texta og þylja upp útlensku og labba ekki á tré eða eitthvað. En þú ætlar þá að halda áfram að þylja upp textan á meðan þú lest þýðinguna á því sem þú ert að segja. Ekki textan sem að er móðurmálið, ekki uppritunina, heldur þýðinguna, einhver enska eða eitthvað mál sem að þú þá skilur merkingarlega. Því að þú kannt málið ekki svona vel á þessum tíma sem þú ert að fara í gegnum þessi fyrstu skref.
Og þegar þér hefur tekist að gera þetta í gegnum allt það efni sem að þú ætlar að kynna þér, eins og til dæmis að vera bara með einn sjónvarpsþátt sem að á þessu tungumáli sem að þú ert að læra, eða þennan eina hlaðvarpsþátt, eða þennan eina kafla í bókinni sem þú ert að vinna í. Þegar þér hefur tekist að fara yfir þessa skyggingu, the shadowing, með lestri á þýðingunni, þá ætlar þú að gera þetta aftur nema nú bætir þú við uppirituninni. Það er að segja textanum sem að á því tungumáli sem þú ert að reyna að læra. Hey, it's me. Sorry, I just wanted to interrupt a little bit. This is probably coming in at a very annoying AI-generated time in the podcast. To tell you that if you want access to the transcript of this episode, then you are able to access that via the Patreon page of the episode. Link in the description. All right, back to the show. Og þú ætlar, á meðan þú ert að horfa á þýðinguna á því sem þú ert að segja, þá ætlar þú að vera með þumalinn eða einhvern putta við línuna þar sem að þú ert komin í upprituninni. Þannig að þú ert að lesa þýðinguna en þú ert aðeins að svona sýna augunum þínum hvað þú ert að gera á nýja tungumálunni. Þetta er aðeins skrítið þegar ég segi þetta núna, en vonandi skýrist þetta þegar ég lýsi næsta skrefi sem að gera þetta sama, nema núna ertu að þylja áfram upp þetta hljóð, nema þú ert að lesa nýja málið. Þú ert að lesa uppritunina en ert með puttan eða þumalinn við þýðinguna. Núna ertu örugglega búin að lesa þessa þýðingu nokkuð oft og þú veist sirka hvar þú ert eða hvar þú heldur að þú sért merkingarlega miðað við hvernig þú ert að tala málið sem þú ert að læra og getur aftur þá tengt þig við þær setningar ef þú þarft á því að halda að kíkja yfir á þýðinguna, en þú ert aðalega þá að lesa nýja málið. Næsta skref þarna á eftir kannski það sem mætti heita síðasta skrefið af þessari skyggingu. Og það að núna ertu farin að halda áfram að þylja upp tungumálið. Þú ert örugglega orðin mjög góður í að herma eftir hljóðinu sem þú heyrir. Og á meðan þú gerir það, þá ertu eingöngu að lesa uppritunina. Það er að segja textan sem að á því sama máli og þú ert að lesa. Auðvitað getur þú kíkt yfir á þýðinguna ef þú þarft á því að halda, en á þessum tímapunkti þá þarftu þess líklega ekki. Þá mætti segja að það sem að í rauninni þessi skygging búin. En núna ertu komið með ótrúlega góð tök á allavega einhverjum sértækum máta í að tala á þessu nýja tungumáli. Skrefið sem kemur þarna á eftir að reyna að hugsa á nýja tungumálinu með þeim orðum og þeim frösum og setningum og orðmyndunum sem að þú hefur nú þegar verið að segja. Þú næstum því kannt þetta mál orðið utan að núna sem að þú hefur verið að læra, það sem þú hefur verið að herma eftir í örugglega 5 eða 10 eða 15 skipti og getur farið að pæla í því hvernig þú myndir búa til nýjar setningar með þessum upplýsingum. Segjum til dæmis að ein af setningunum sem að þú lærðir var eitthvað að segja frá veðri. Í textanum gæti hafa verið sagt, já, það var frekar kalt í dag, en það var allt í lagi.
löng setning og kannski erfið, en kannski veist þú núna að þessi orð hérna þýða öll þessa hluti og getur skipt út að það var heitt í dag og mér fannst það ekki í lagi. Bara með því að skipta út þeim orðum og bæta við þeim orðaforða sem þú gætir hafa lært annað hvort annar staðar eða innan hljóðdæmisins sem að þú hefur verið að skyggja. Nú erum við komin á örugglega 7. skrefið og það er fyrst hérna sem að þessi sem að lýsir þessari aðferð fer að beita því sem að við förum flest öll að skoða mjög snemma, jafnvel of snemma, og það er textagreining. Að komast að málfræðilegum hlutum. Af hverju lítur þetta orð svona út? Af hverju er orðaröðunin svona hérna? Hvað þýðir þetta orð í rauninni? Og flettir því upp í orðabók þegar og ef þú heldur að þú þurfir þess. Og hérna máttu alveg við því að kafa frekar djúpt, að vinna mjög greinilega í gegnum alla þá hluti sem að þú hefur rekist á og sérstaklega á það kannski í hvernig ákveðin, kannski orðaröðun þýðir eitthvað annað innan þessa samhengis heldur en ef að það væri sagt á þennan máta. Kannski birtist neitun sem að kom þér á óvart eða eitthvað og þér finnst það ekki ganga upp með þýðingunni. Því að nú veistu alveg hvað þessi setning í heild sinni þýðir, þú varst alltaf með þýðinguna með þér. En hvað veldur því að þessi setning er svona? Og greinir þá allt saman í þaula. Næsta skref þarna á eftir er að núna lest þú uppritunina upphátt. Það er ekkert hljóðdæmi lengur til þess að þurfa að verða að skugga. Þú þarft ekki að vera skuggi lengur. Þú getur farið í forgrunnin og lesið þennan texta hátt og snjallt eins og þú sért að meina textan. Núna ert þú farin að tala tungumálið. Mér finnst þetta magnað. Mér finnst þetta vera eitthvað sem að gæti virkað mjög vel. Þetta er eitthvað sem að hefur greinilega virkað fyrir aðra áður og þetta er eitthvað sem að ég hlakka til að fá að prófa sjálfur. Þetta fer svolítið þvert á það sem að ég hafði séð fyrir mér og jafnvel kannski það sem að ég hef áhuga á, því að ég fer yfirleitt beint að skoða stafrófið í nýju tungumáli og læri jafnvel bara á stafrófið og verð kannski heppinn að læra 1 eða 2 orð í tungumálinu á meðan ég er að læra stafrófið. Ég gerði þetta til dæmis fyrst með rússnesku. Mig langaði bara að geta skilið bókstafina því að ég var þá til dæmis að lesa rússneska titla á bókum eða verkum sem að heita það sama á ensku eða með latneska stafrófinu og það myndi heita á rússnesku og þá sérstaklega eins og nöfn á tónskáldum. Þá er Tchaikovsky auðvitað skrifað sem Tchaikovsky bæði á ensku og á rússnesku. En hvernig myndi ég vita hvernig Tchaikovsky lítur út á rússnesku nema ef ég kann stafrófið? En ég held að margir geri þetta og kannski festist aðeins í því. Og þetta gæti verið leið til þess að komast fram hjá þessu skrefi og líka verið leið til þess að ná að meðtaka tungumálið miklu hraðar heldur en annars. Mér langar þó að benda sérstaklega á það að þetta er auðvitað eitthvað sem að tekur mikinn tíma. Það er ekkert í þessu sem að er beint stutt.
þegar þú ert komin á síðasta skrefið í þessari æfingu þá ertu búin að hlusta á textan örugglega 10 til 20 sinnum og ef að þú ert að vinna eins og til dæmis með hlaðvarpstátt eins og þennan þá tæki það þig 20 sinnum 20 mínútur. Það næstum því eins og að reyna að horfa á 2 Lord of the Rings myndir af tíma þar sem að þú hefur þurft að einbeita þér allan tíman. Auðvitað þetta tímafrekt, en það sýnir sig greinilega af þessum sýnidæmum að þetta skilvirkt. Þú getur lært mjög mikið úr mjög litlu með því að fara þessa leið. Það freistir mín mjög mikið að reyna að læra eitthvað eins og japansku eða kóresku með þessari aðferð. Jafnvel kínversku, eitthvað sem að mér mjög framandi hljóðlega og fara bara nógu hægt í gegnum nógu lítið en komast þó á þann stað að ég get hreinlega talað textan og meint hann því að ég skil hann fyllilega og út frá því að fara að fylla inn í málþekkinguna mína með meiri reynslu og þá beitt öllum þeim öðrum aðferðum sem að við kunnum við að læra tungumál. Ég held ég skilji ykkur eftir með þessa aðferð og þessari pælingu og hafið þetta ekki mikið lengra nema að ég segi kannski í viðbót að eitthvað eins og þessir þættir gætu dugað vel til að hjálpa ykkur með þetta. Ég því miður ekki með enskar þýðingar á þáttunum mínum, en ég með frummálstextan, uppritaðan og aðgengilegan á Patreon. Ég ætla að mana ykkur í eitt, af því að mér langar dálítið til að prófa þetta með ykkur. Sá fyrsti sem að setur athugasemd, það að segja kommentar, á þáttinn getur beðið óska þátt. Það að segja ef að einn af þessum 30 þáttum sem að ég hef nú gefið út væri ykkur sérstaklega áhugaverður og gæti verið eitthvað sem að þið viljið nota þessa aðferð til að læra, þá getur þið kommentað hvaða þátt þið viljið sjá á ensku og ég getur þá búið til enska þýðingu af þeim texta þannig að þið getið prófað þessa skugga aðferð með bæði uppritun á íslensku og þýðingu á ensku. Þannig að hver sá sem fyrstur að óska sér einhvers gæti fengið enska þýðingu á þættinum. Þá segi ég þetta gott. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language, I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.